Herra Dóri, frábært föstaskvöldin í Garðabænum, lendi undir, komið tilbaka og vinni bara stórkostlegan sigur. Hvernig svona líður? Bara mjög vel. Þetta var að mér fannst virkilega öflug frammistaða af okkar hálfu bara frá fyrstu sekúndu í rauninni og til þeirra síðustu. Þannig að það skilaði held ég mínum að þið velskuldum góðsigri. Í fyrra hálfleik, Kristján Steindórsson bara átt að skora, stjörnumenn keyra upp og skora, svo ekkert að fá þetta mark á sig eftir að bara, þeir lágu bara á stjörnumönnum, sérstaklega í fyrra hálfleik, bara, já. Já, ég veist, auðvitað svekkjandi, ég veit líka svekkjandi, ég veit ekki hvað gerist, en Valgeir allavega það mjög þungt högg inn í tegnum og næri ekki andanum og það hefði tekið lið og jafnvægi og svo boltinn í netinu hinum en ég vil segja alveg sögð þá fannst mér bara leikurinn að spilast þannig, ég hafði aldrei áhyggjur, ekki á neinum einasta tímapunkti, þannig að þú veist, við bara dvöldum ekki of lengi við það og héldum áfram. Sér alveg þessar skiptingar, bara eins og ég sagði við fólk í blaðamannstökur, bara masterclass skiptingar, Kristófer Ingi kemur inn með þrennu og Aron Bjarnar, bara svona viltu fá menn inn á? Já, ekki gleyma Kitta Jóns sem er að spila sínu fyrstu mínúturnar sínu í október, sko, ég vonast ekki lausnin í hverjum leik að setja 3 metra inn á, en þeir sannarlega skiluðu sín í dag og Kristófer auðvitað bara átti einhverja rosalega ingóminn sem sést hefur hérna á grasunni það sem er alveg upp og þekkir hér hestur á völlunum og bara, en þetta var bara liðsframmistaða, auðvitað frábær ingóma hjá þeim og já, bara frábær kvöld. Getum við eitthvað rætt þennan stuðninga? Nei, þetta ég hef sagt áður, þetta er algjörlega bara ómetanlegt og bara, þú veist, gefur munum svo svakalega mikið og enn og aftur bara heldur orkustíðin okkur há og einhvern veginn, já, bara gefur okkur gríðarlega mikið, þannig að bara gríðarlega þakklátur. Takk hérlega.